Já, góðan dag. Það er komið að seinni hlutanum af riddari C3 í Sikilögurn. Við skulum vinda okkur í það. Nú, síðast vorum við að fara yfir svona ýmislegt eins og drepa á B5 og riddari F6. En ég ætla að fara aðeins betur yfir eitt afbrigði sem ég glemdi að nefna síðast. Það er sem sagt ef svartur ákveður að leika riddari F6 og reyna að tefla þetta svona eins og hefðbundna Sikilögurn, þá er biskup G5 sterkur leikur og hvítur er náttúrulega rosalega langt og undan í liðskipan. Biskup 1/7, svartur er að reyna að ná að hrókera og laga þetta til. Þá er E5 mjög svona erfiður leikur fyrir svartan að eiga við. Nú ef hann leikur biskup D7 þá er hann G3 upprápunumerki. Hugmyndin með drónin G3 er að pressa á G7 og jafnvel tótu við hérna riddari E5 og pressa á D7, hótu að drepa F6 og D7 sem er hrókeri þá biskup H6 vandamálið sko. Og riddari E8 er náttúrulega allt og passífu leikur. Ég held að riddari E5 gangi alveg örugglega upp og við vinnum galla á D7. Nú riddari H5 drónin G4 og tapar skiptamun, sennilega meira en skiptamun að riddari E5 er að koma, þannig að þetta er bara tapað sko. Þannig að drónin B6 er önnur tilraun og riddari E4 ágætisleikur, drepa svo E7 og hvað erum við að fá til þessu? Jú, svartur er með kónginn á E-línunni, það er ákveðið vandamál hjá honum og við viljum auðvitað fara með hrókinn á E1 býstu við og svo mikið af veikleikum hérna í svörturritunum á D6. Riddari getur fara á E5, drónin getur fara á G4 og H4. Það eru margir fínir möguleikar til að búa til ennþá fleiri veikleika á svörtum og það er svona mörg þægileg plön hjá hvítum hérna og svartur hefur ekki neitt counter, þannig að já, ég vildi aðeins minnast að þetta er auðvitað gott að vita hvernig að bregðast við þessu. En núna förum við yfir A6. Já, þá förum við aftur að stöðunni að svartilegur riddari D4. Nú riddari F3 A6, þá ætlaði ég mæla með biskup D3. Nú hugmyndin hjá hvítum er ofta stuttrókera og leika svo hróku B1 og B4 snemma. Nú svartur á fjölmarga leiki hérna. Við skulum byrja á D6 sem ætti nú að gefa hvítum frekar þægilega stöðu. C3 sterkuleikur. Nú ef hann drepur þá er þessi stað alltaf aðeins þægilegur á hvítan. Við getum alltaf leikið C4 riddari C3 og nelt niður D5 reitin. Nú ef svartur leikur D5 þetta er svona biskup G5 og riddari G3 og þetta er bara betra á hvítan. Það má náttúrulega ekki hrókera, þá drepið á F6 og H7, drottningin af, þannig að biskup 1/7 hrókering, riddari F6 C4 og B3 og A4. Þetta tryggja hvítum aðeins betri stöðu, svartur ekki með neitt counter og við getum
róleitum fara hugsanlega valda hana G4 og leikið svo biskup E3 og A5 eitthvað svo leiðis og síðan bætt stöðun á drottningvæng hægt og rólega. Skulum baka. Nú D5 er annar möguleiki, best bara að drepa á D4. Sjáum að gallinn hjá svörtum er að hann á ekki svo öðvöld með að drepa á D4 og það skáka á A4 og peðir af á D4. Þannig að svartur getur reynt einhverja kúnstir en það kemur eins út. Við hefum hérna smá taktíska brellu. Og hér er G-línuna þessi góð. Svartur er erfitt með að fara biskupin út. Það hangir á G7 og hér var þetta teflut á tvo vegu, það var þetta leika D4 og teflut á svona en B3 líka athyglisvert að koma hann hérna á skálínuna. Ég skoðaði nokkra leiki hér, það ritar G3 alveg möguleiki, þetta er nú sannlega aðeins betra hvítan. En mig grunar að biskup A3 sé sterkasti leikurinn, þá getur svartur ekki hrókirað og þetta verður alltaf bara betra á hvítan. Það er svolítið mikið af veikleikum á svörturautunum og svartur það bara passa sig að það er ekki mát fljótlega. Þannig að D6 er ekki góður leikur. Nú það eru margir aðri leikir, við skulum kíkja hérna eins á E6 sem er kannski ágætur leikur bara. Það er þetta hrókera, rittari C6 þá gæti verið athyglisvert teflið á svona leika E5 hrókurinn er 1 svartur vill halda í biskupin og hér hóttum við aðeins að rústa peðastöðinni á svartum hugsanlega með biskup drepa C6, þannig að biskup D7 C3, valda D4 og svo framvegis og býr til, getum hugsanlega búið til eitthvað batteri hérna á þessari línu B1 H7 hrókiring D3. Nú líklega er drang C7 besti leikur hérna. Hvítur geta haldið áfram með H4 og reynt að vara með rittarinn á G5. Það geta alveg verið potential í þessu sko. Hér er H5 líka möguleiki eitthvað svona. Ég held að rittar G5 sé líklega sterkastur. Og hér er dráðum G4 svona taktísku leikur, ég var eitthvað aðeins að skoða þetta. Það er hennan millileik hérna dráðum G3 og hangir á E7. Það er vissulega misliti biskupar en þetta virðist nú vera hansi góð stað á hvítan. D3 peði mun líklega falla einhvern tímann og hvíti getur alltaf biskupin á D4. Bara svona að sína nokkur mótíf. Þannig að H4 getur verið athyglisvert. Segjum B5 biskup 1-3 og þá verður þetta aldrei losalegt þarna á svörstum á drottningavæng, hrókur C1, hóttum biskup C5 og rittarnum á C6. Þetta telst í einhverju skák. Kom hérna já, einhver veisla þarna bara. Já, máta á H5 að koma, takk fyrir, flott svo. Bredke Timofeif 2019 í Jaroslav, ég veit ekki hvaða mót þetta var. Þetta var nokkuð nett sóknarskák.
en já þetta er C7, það er svona mörkunum að svartur jafn í tafli en hann nærði ekki alveg sko. Það er aðeins betra hvítan eftir H4. Það er líka þetta tablet öðru í sinni F5 vissulega. Hrókur Einar 1 geti verið leikur, síðan er þetta að reyna A3 B4 blöðun setna. Meiri sé að biskup E2 er leikur. Svartur getur að fara aftur á D4, þá getur við farið hérna. Það er alveg fyndið að 12 mældi meiri sem er rittar B1 með hugmyndinni C3, sagði aðeins betra á hvítan. Já, ég veit nú ekki með það, en hrókur E virkar nú eðlilega mig, en E5 er svona krefjandi leikur. Nú G6, það er virkar rökrétt. Hrókiring, biskup G7, ætla bara að mæla með hrókur Einar 1. Hrókurinn nýtist oft ágætlega á einum. Annað plan er hrókur B1 með hugmyndinu leika B4. Það er svona þekkt hugmynd í þessu og afbreyð byggist oft mikið upp á því að leika hrókur B1 og B4. Við skulum skoða hrókur E1 og ég mæli með því að þeir sem vilja tefla á hvítt, þeir geta líka skoða hrókur B1. Hrókur Einar 1. Nú er það drepur á F3. Það virkar ekki rökrétt og mig að svartan að eða öllum þessi rittaruleikjum hérna. Sem sagt til að drepa á F3. Hrókur B1 og þetta ætti að vera betra á hvítan. Við erum að fara að leika B4 og við sjáum hvað ég var að segja, sjáum að hrókurinn verður oft ágætur hérna á B-línni. Svartur er erfitt með að fara biskupin C8 út og það er svona ýmis teikn á lofti. Hvítur getur telt þetta ýmsa vegu, getur íhugað að fara biskupin F1 og reynleika D4. A4 kemur til greina. Já, ég veit ekki hvort biskup B2 komið til greina, en það er svo er þetta rittari D5. Já, segjum D6 þá bara einfaldast að drepa á D4 og ef hann drefum biskup A4 kemur við fyrir B5 og þrengir af svörtum. Við ætlum okkur hugsanlega að leika hrókur B1 og B4 eins og venjulega. Svartu þarf við eða tempo við að fara með biskupin tilbaka á G7 því að ef hann leikur rittari F6 þá grunna með að rittari E2 getur verið vandamál. Hann á aldrei þennan reit út af F4. Þannig að biskup G7, hrókur B1, rittari F6 og B4. Það ætti að vera eitthvað betra á hvítan. Bílirinn opnast og þá erum við með hrókin mjög sterkan þar. Skulum baka C3 D4, rittari 1 og 2, E6 og C3, svona prinsipleikur. Og hér gefið bara kostaði ég syns bara báða leiðir vera aðeins betra á hvítan. D-dribur eða B-dribur og það er bara spurningu smekk. Ég hvet menn og konur að skoða þetta bara hvað er betra á. Svona fyrsta sem þetta eftir í hug, ég sem myndi dreif með D-piðinu sjálfur opna fyrir biskupin, en það getur vel verið að B-dribur C3 sé ágætt og reyna að fara biskupin C2 og leika D4 og hrókur B1 og svo framvegis.
Já. Nú E6 skulum kíkja eins á það. E6 því best vara með hróku B1 og planið er eins og ofta áður að hugsanlega að leika B4, svartur leikur rittari C6, kemur í veg fyrir B4 og biskup F1 ágætur leikur. Við höfum auðvitað að spá með eitthvað svona plön eins og A3 B4 og eins gæti rittari D5 verið leikur í einhverju stöðum. Nú D6 A3 rittari 1-7 B4 og það er ekki gott að hrókera núna hjá svörtum, þá kemur rittari A4, sýnist P vera af eða eitthvað svona vesen með rittari B6 að koma. Þetta er allavega verra á svartan. Nú svartu getur reynt B5, stingu upp í þetta allt saman og valda A4, þá er A4 skemmtilegu leikur, geti telt svona, og rittari B5 og hvítur með þess betra tafl. Það geti verið að koma hérna C3 og reynda að targeta þetta DSS-peð sem er svolítið veikt, sem sagt geti verið hérna veikleika D6, svörturreitin er svolítið veikir, biskupin getur verið á A3, F4, G5 og P og DSS er krónískur veikleiki, það mér sýnist. Með grunnar að það sé að svara D5 jafnvel með E5 og geti verið möguleiki. Svo má þetta íhuga leika eins og D4 líka. Nú dróning C7 hefur telst, þá er það bara B4, segjum við F6, B5 fýrleikur. Já, þannig að drepur þá á hvítur hérna skemmtilegt framhald með C3 og það er DSS-beðið bara rosalega veikt. Þetta er svona problem fyrir, eða vandamál fyrir svartan. Þannig að rittari D4 þá er E5 góðuleikur, D-drepur E5, B6, það verður að drepa F3, það var líka drang C6, þá bara drepið á E5, drepið F3, dráning drepur, dráning B8 og þetta er ekki nægilega skemmtileg stað á svartan. Drottningin hjá honum er dálítið rángstað eða svona offside. Og nú eru svartur að tefla rosalega nákvæmt til að vera ekki steinduður. Það er þetta H5 bestur, ef hann myndi að fara að leika biskup C6 þá kemur taktíska deildin og sem sagt fáum hérna 3 kalla fyrir drottningu, það mér sýnist. Það er náttúrulega bara tjaldið. Þannig að verðurleika rittari H5 hér. Nú rittari 1-4, biskup C6 bestur, dróning D1 fyrir á leppunni,
H6, biskup 1-3, herri á C5 og svart hvítur með aðeins betra í þessu. Hann bara með traustari stöðu, fari peðaveikleika. Það svona auðveldara teflit á hvít. Já, í sem sagt skulum kíkja aðeins aftur á eða kíkja aðeins á E6, rókering, rittari C6. Já, ég er búinn að fara við þetta. Það er svona ringlaður hérna. Já, rittari C6 tilbaka eftir biskup D3. Svartur telur tilganginum vera náð. Rókering. Nú segjum E6, þá er rittari D5 athyglisverður leikur sem ég ætla að mæla með. Biskup E2, þá getur svartur hugsanlega ekki aftur rittari D4. Bara til biskup E2 og rókur E1 held ég sé ekki nógu góður út af G5. Það getur verið svona alltaf óþægilegu leikur að fá. Þannig að rittari D5, það er oft svona sem sagt ef hann drepur þá er vandamálið náttúrulega E-línan og við vinnum alltaf kallinn tilbaka. G6 þá myndi ég mæla með rókur E1. Það var nú einhverju svona viltir skákmennleiki B4 telt þetta, en ég get nú kannski ekki alveg mælt með því sko, en það hafa vunnið skákir á hvítt í þessu, en þá stútar þetta mjög vel sko. Rókur 1-1, biskup G7, C3, D6 og rittar 1-3. Svartur náttúrulega lætur kallinn alveg eiga sig. Rittar 1-7, biskup C2, undirbýr D4, E5. Já, ég skoða nú ýmislegt þarna, en það virðist vera B4 sé nú ansi menntaður leikur sem ég ætla að mæla með. Það fórnum hérna peði. Leikur svo A3 og hugmyndin er sérst drepur á A3 þá drefum biskup og peð á DSS er svo veikt. Það var alltaf ýmis vandamál eftir þetta C4. Segjum þetta hókera, þá held ég rittari C4 komið og það getur ekki leikið D5 svo glatt út af þessu og missi skipta með F8 og hann drefum drottningu, þá er rittari B6. Nú B3 C3 er rökréttur leikur. B3 C3, D3 C3, rókering og A4. Ég hef nú að þessa línu ekki lengri, en það er ljóst að við ætlum okkur að leika biskup A3 og ná í D6 peði og þá ættu við að vera með aðeins betri stöðu. Og rittarinn er náttúrulega mjög sterkur á E3. Hann getur alltaf flakkað hérna á C4 eða D5 eftir atvikum. Þetta er svona auðveldara að tefla þetta á hvítt, myndi ég halda sko. Já, en auðvitað þarf eitthvað að skoða þetta líka. En það er kannski ekki allir til í þetta, en það er náttúrulega að leika A3. Þá er þetta D4 hugsanlega ágætisleikur, svona smá taktík ef hann drepur. Já, ég veit ekki alveg hvernig þessi staðir, hann er náttúrulega veikt peð á D6.
geta alveg komið til greina, bara sína nokkra hugmyndir. Já, DSX þá held ég að Biskup C4 sé ágætt hugmynd bara Ritter F6 og þá værum við komin í hérna einhverja sósinstöðu þar sem það ekki víst að A6 sem sagt sé gagnlegur leikur. Það hugsanlega að tefla svona og ef hann leikur Biskup E7 þá hann G3 þá það er ýmsir leikir, B3 til dæmis athyglisvert. Tefla svona það er náttúrulega hægt að leika Biskup E2 líka eða Biskup H6 og þetta er bara ágætt það á hvítan. B3 er samt svona skemmtileg tilraun held ég og Biskup E2 tekur auðvitað H5 reitin. Með grunar að ef hann dreipur á E4 þá sé Biskup H6 hugsanlega leið sko. Það líkur mér ekkert á að dreipa á E4, kannski rúkur D1. Já, bara svona sína hugmyndir. Þetta er svona smótið úr. Þannig að A6 er nú ekki svona ekki endilega leikur sem gagnast svörstum í þessari stöðu sko. Þannig að Biskup G4 hefur telst þá getur D5 komið til greina. Það er með G-piðinu sína bara hérna eina línu. Þetta er nú farið að líkjast eitthvað sko kóngsindusku vörn eða pirk eða eitthvað, ég veit ekki. Og drótning F1 þetta verður að betur á hvítan, drótningin getur flakkað á H3 og já, F5 getur ég að fara að koma. Svartur að leika Ritter D4 já, þetta er nú að vera aðeins betur á hvítan en þetta er teflit á ýmsa vegu. Hún týtur upp í C5 skák hjá Ponomarev á móti Alexander 4 sem sagt 4 leik E6 ef hann dreipur á C5 þá er þetta eitthvað lína sem er gefin upp sem hættuleg fyrir svartan. Sem sagt alltaf að sé ekki þetta er G5 að koma á E6 svolítið veikt. Hann leika E6 hann drap á D6 það voru nú aðri möguleika líka Biskup E3 mannsfórn já þetta getur líka verið athyglisvert hann leppur á C6 en bara aðeins skoða skákina hann drap á D6, H3 Biskup H5 en hérna var H5 líklega kannski athyglisverður leikur það þorði ekki alveg í þær flækjur. Já, hann náði bara að hanga á piðinu. Ég ætla að fara bara hrætt yfir þetta. Búið að fórna piðinu tilbaka en náttúrulega biskupin á D4 er og E5 núna algjört stórveldi og öll piðin á drottninga eru losarleg. Já, og hvítu vann. Já, ég læti þetta þá gott heita, ég vona einhver haft gagn og gaman að þessum litlu atriðum í Rittari C3 í gegn Sigluvörn. Takk fyrir.